Veiðisafnið á Stokkseyri staður sem að margir þekkja að hafa komið á virkilega skemmtilegt safn að skoða. Helgina heilmikil sýning, árleg byssusýning og hinn mikli veiðimaður Páll Reynisson, hann á línunni. Sæll og blessaður. Sæll og blessaður. Hvernig hefur það í dag? Bara fínt. Jæja. Alltaf. Við erum að stilla upp og græða að gera. Já. Það verður heilmikil byssusýning núna helgina, svona þessi árlega byssusýning. Já, hún hefur stækkað í gegnum tíðina. Við byrjuðum 2005, það var fyrsta sýningi 2005 og þetta er orðið mjög stórt í dag og við vinnum þetta núna í samvinnu við Vesturna Hlaðir, Reykjavík. Já. Þeir voru með okkur í fyrra, Hjálmar og félagar í Hlað og verða aftur núna og tókst mjög vel í fyrra og þetta verður ekki síðan núna. Þessi árlega byssusýning, er þetta ekki bara hluti af vorinu? Kemur svo ekki bara vorið? Mér finnst það sko. Já. Þetta er stærsta uppákoma í veiði á Íslandi í dag, þessi byssusýning. Já, algjörlega. Og þú ert nú með, þessi byssusýning er nú eins og þú segir, hún fer nú bara stækkandi og er gríðarlega vinsæl. En þú ert með allskyns byssur til sýnis þarna? Já. Hér koma þeir með mikið að sunnan, bæði sem sagt nýtt og nota þess að sagt samsettir rifla frá hinum með þessum skittum og Arnfinnur Jónsson, snillingur, byssusmiður, hann verður hérna líka og sýnir verk frá sér og það kemur hér fulltrúi frá Blasir í Þýskalandi. Já. Tómas Danielsen, hann kemur frá Þýskalandi sérstaklega fyrir þessa sýningu. Þeir sendu í fyrra, þá sendi Sæs í Þýskalandi manninga upp, þannig að þetta er nokkuð stór. Þetta er, og eins og segir, gamlar og nýjar. Já. Og hér eru náttúrulega sína sko muni frá þeir snillingum eins og Sverri Skeving og Sigga Tóu og einar frá þeirra og Drífu íslensku haglabyssurnar frá Jóni Björns heitnum og það eru munir hérna og byssur frá Sigvardi Haugsinni líka. Og þarna verður skotvopn, sjónaukar og allur aukabúnaður? Já, aukabúnaður í kringu þetta allt saman og mikið af hlæðsluvörum og svo er nýtt í þessu núna líka, það eru hljóðdefarnir. Já. Þeir breyttu reglugerðinni fyrra og leiði okkur að nota hljóðdefa á veiðum og það er þessi besta mál. Já, er það ekki besta mál bara til að hjálpa? Jú, það er verið kynning á því líka sko. Þetta verður bara gaman sko. Veðrið verður líka þokkalegt, þetta gengur yfir á morgun og Volandi og... Svona sýnist það, fínt að fá smá rigningu. Já, svo er opið hérna alla páskana líka. Já. Alla páskadagana, við höfum alltaf haft opið hér, alla páskadagana, 11-6. Já. Og ekki mikla lukku. Algjörlega. Já. Þú ert nú mikill veiðimaður, Palli, og ertu með eitthvað nýtt á safninu? Það er ekki nýtt sem hefur komið núna þess ári, ég á vonaði að koma eitthvað nýtt seinna þess ári. Já. En við erum alltaf að breyta og bæta, tóku fram hérna fugla núna í vor, en smá hlutirnir þetta, það hreyfing á því sýningamunum og öðru. Já. En svo á ég vonaði að ég geta sagt þetta eftir setni sumar. Já, það eru gaman að hringja í þá. Já. Hvað heldur þú sést með mikið af dýrum þarna hjá þér? Þetta er komið yfir 250 náttúrutengdir munir. Það er, yfir 250 og byssur í daglegri sýningu, þetta er aldrei eins, það er hreyfing á þess eins og þið segi. Já. Byssur í daglegri sýningu kringu 55 minnum núna. Það er ekkert annað. Bæði gamalt og nýtt og sölt af þessu hér sklunku nýtt gamalt verður aldrei verið nota og verður aldrei nota. Já. Þetta er, eins og ég sagði í byrjun, þetta er skemmtilegt safn að skoða og við hvetjum bara fólk til þess að koma helgina og mæta á þessa byssusýningu og svo er opið alla páskadagana, eins og segir. Allir velkomnir. Takk fyrir þetta, Palli, og hafa það gott helgina. Kæra þakki, Jónas. Takk, bless.